Og við ætlum að fara í svona æfingapróf sem að vélgæslukerfið. Við köllum þetta próf 2 og þá tökum við fyrir tengingar sem við gerðum hérna við ISI-rásina 4093 og við bættum við eftir að við tengdum upp tengimyndi 1 muniði. Þá notum við bara 2 hlið fyrst og útbjökum hérna 2 NOT-hlið í rauninni eða NOT-virkni úr NAND-hliðum og síðan við geymdum 2 hlið sem við notuðum síðan sem minnistátt, tengdum upp sem minnistátt og það var í rauninni minni á bilun, þannig að rauða ljósið hverfur ekki fyrir en við erum bara að kvitta sérstaklega út eftir að bilun hefur komið. Og hvernig virkaði þetta? Sem sagt að ef að viðvörunarinn rauð þá hlóðst þéttirinn hérna upp og hækkaði spennan hérna fyrir framan IC1A. Kannski er þetta ekki nógu stórt, aðeins að stækka þetta upp. Og þá var háttgildi hér, lágt gildi á útganginum IC1A og það er þetta hérna hlið, lágt gildi hér. Þannig að minnstátturinn, hann kom með lágt gildi við viðnámið hérna R3 og setti rauðljósið í gang og þannig hélst sú staða þó að viðvörunarinn tengdi aftur og það lagaðist aftur, sem þá er lágt gildi hér og hátt, þannig að í rauninni sem þá kom aftur hátt gildi hér. Það er rauninni bara hvíldarstaða fyrir NAND flip-flop, svo að hann gerir ekki neitt. Það er bara lágt gildi hérna sem að virkjar hann, sem að skiptir honum. Þannig að það hélst út til lágt gildi hérna át á pina 11, því að þetta er rauninni, já, má segja Q0 útgangurinn á minnstættinum. Og rauðaljósi hélst þar til að við kvittum fyrir. Þó að grænaljósi komið aftur, sem sagt 0, 1, 0 við IC1B útganginn, 0 hér og þá lýsir grænaljóstíðan D3. En þetta var spurningin, hvaða hlutverk hefur þessi rás í vélgæslukerfinu? Þetta er sem sagt minnistáttur og hvernig vinnur hún? Hún fær sem sagt inn á sig láttgildi þegar það kemur bilun og heldur straumi á rauðaljósinu þar til að við kvittum sérstaklega það rauðaljós út. Þannig að þetta virkar eins og minnisþáttur. Svo að hérna, þetta var viðbót við þessa tengimynd 1 sem við bættum inn í þetta. Síðan er spurt eitthvað hér. Við höfum að nota upplýsingar í töflunni til að finna spennufallið yfir R4 þegar að D3 lýsir. D3 er hérna og við höfum að finna spennufallið yfir R4. Og í töflunni sjáum við að þegar að D3 lýsir, það er náttúrulega græna ljósið. Við þurfum að vera nokkurn veginn klára á því hvað er hvað, svo við séum að skoða línuna þar sem að er í lagi. Hvort við eigum að skoða mælingar í töflunni þar sem það er í lagi eða þegar það er bilun. Það er ekki bilun núna, að grænljós er í gangi og þess vegna erum við að skoða línuna þar sem að ástandið er í lagi. Og þá þurfum við að skoða pinna 3 eða mælipunkt 3. Þar er lágt gildið, mjög lág spenna, 0,02 volt. Og mælipunktur 4, þar erum við 4,44 volt. Þannig að mismunurinn á þessum spennum er spennufallið yfir R4 sem beður hérna, finna spenna yfir R4 þegar D3 lýsir. Þá þarfum við bara að vita hvar eigum að leita að þessum spennum til þess að sína útreikningana og niðurstöðuna yfir spennufallið yfir R4 sem er þá 4,42 volt. Við draugum bara
spennuna í þristinum frá fjarkanum, þá lækkar þessi spenna hérna 4,44 0,02 volt. Þannig að svarið þá 4,42 volt. Nú ef að D3 væri slökkt, þá væri háttgildi, eins og við sjáum hérna í þristinum, 5,11 volt og sama spenna í mælipunkti 4 og þá getum við sagt að hér væri bara 0 volt yfir R4 þegar að D3 væri slökkt, ef að það væri spurt það. Þannig að þið eru klára á þessu. Hvernig getið þið sagt fyrir hvaða spennufall yfir viðkomandi mótstöðu? Svo hér díóðuna. Ef hún tengd öfugt á tengimeit 1, hérna, hvað gerist þá? Þá engin töf á bilun, ekki satt. Þá fer straumurinn, hleðslustraumurinn gegnum R1, tiltölulega lítið við á, þetta 2,2 kΩ, gegnum D1 ef hún snýr öfugt og hleður upp þéttin bara í snarhasti. Hins vegar, þegar að viðvörunarrófin tengir aftur, að þá fer ekki straumurinn gegnum D1 eins og venjulega, ef hún snýr öfugt, heldur í gegnum R2. Þannig að við þurfum að bíða aðeins eftir því að grænljósi komið aftur, skiljið. Og það eru fleiri möguleikar á þessu. Ef að D1 rofinn, til dæmis, hvað gerist þá? Þá nokkurn veginn sama töf á upphleðslu þéttisins og affleðslu. En ef hún væri skammhleypt, þá væri náttúrulega nánast engin töf vegna þess að R2 með mjög stórt viðnám. Það 1 megaohm. Ef að D1 væri skammhleypt, þá væri bara straumurinn beint fram hjá R2, þéttir væri rokfljótur að hlaðast upp og eins þegar viðvörunarrofinn myndi tengjast aftur, þá myndum við fá affleðslu gegnum skammhleypið mjög hratt. Svo að þá engin töf til staðar, nánast engin, vegna þess að R1 mjög lítið, 2,2 kΩ, en þá væri R2 alveg óvirkt sem 1 megaohm. Þannig að við erum búin að fara í gegnum það, nokkur tilfelli, hvað gæti verið í gangi hérna ef að einhver bilun væri hérna eða D1 sneri öfugt. Nú, annað varðandi inngangana á IC-rásunum, það getur orðið einhver breyting á ef að inngangarnir detta úr sambandi til dæmis eða annar tengist til jarðar eða hefur verið óvart tengdur til jarðar og hins vegar ef að annar inngangurinn tengist í háttgildi. Þá þurfum við að rifja upp atriði úr rökrásum 100 þar sem við lærðum þetta þessi hlið að hér spurt sko hvað áhrif hefur það á útgang IC1B, það þessi hérna. Ef annar inngangur nandhliðsins tengdur í 0 volt sem sagt. Það ekki lengur samtengt á milli hliðana heldur að annar inngangurinn tengdur til jarðar eins og sýnt hérna á myndinni. Og í svona nandhliði, ef að einhvers staðar 0 inn á nandhlið, þá alltaf háttgildi út. Þá útgangurinn hann fastur í háum. 5 volt bara, stanslaust. Það bara bilun, ha? Já, alveg sama hvað kemur inn á hinn innganginn, já. Ef að annar í 0. Og af hverju verið að setja þá þann ingang? Það ekkert, þetta bara bilun. Ég bara að spyrja biluna tilfelli. Ef að þið hafið kannski mistengt eitthvað eða... Ég þakka þessu mynd, þetta beint kringt í 0. Já, og þá bara útgangurinn, hann fastur í háum. Já. Og þið ættu það átt okkur á því af hverju aldrei ljós hérna á grænu ljóstíðunni. Bara, sem sagt, átt að segja á þessu hvernig að hliðin virka. Það nú aðalega það. Og þannig að þetta nand hlið svo að hérna tökum dæmi ef að inngangurinn hefur dottið úr sambandi ef hann ótengdur
Það eru 3 möguleikar á svona bilun. Hann gæti verið ótengdur, hann gæti verið tengdur fast í mínus og hann gæti verið tengdur fast í plús. Þetta eru 3 tilfelli sem að geta komið upp. Við erum búin með þegar hann tengdur niður í mínus. Þá er útgangurinn fastur í hágildi. Ef hann er ótengdur, þá er fljótandi inngangur því það að útgangurinn, hann er svona sveiflast í hálfu gildi milli sem sagt 5 volt og 0 voltum. Þá er útgangurinn það bil svona í kringum 2,5 volt. Þannig að hann er flöktandi? Já, hann er flöktandi, já. Ok, en ef það sé beint í plús? Ef hann er beint í plús, þá gerir það bara ekki til. Þá fer það bara eftir hvað kemur inn á hinn innganginn, Hversu núl er hár eða lágur? Já. Ef það er hár inn, þá verður 0 út. Ef það er lágur inn, þá kemur 1 út. Og það var frá dögum þegar hann var ekki með neitu? Þetta er alltaf, já, ef þetta væri bara andlið. Já. Því að ef það er annar inngangurinn fastur í hágildið, sko, þá er bara hinn inngangurinn sem ræður hvað verður á útgangi. Já. Alveg rétt. Þá erum við búin að fara í gegnum þessar 3 möguleika á bilun. Allt er góðu, höldum áfram með þetta. Svo kemur við höfum notað þetta ljóstengi til þess að fylgjast með sem sagt, spennu á einhverju öðru spennukerfi og tengt transistorinn sem viðvöruna rofa inn á vélgreiðslukerfið. Hann kemur þá í staði fyrir viðvörunarofan þá tengist sem sagt R2 inn á 5-una og fjarkinn tengist í mínus á rásinni. Svo að hlutverk þessa er það að Hvað verður með málmleitatæki hérna með? Það var nú alveg fínt. er að einangra sem sagt spennukerfin. Alveg. Og þannig að við getum verið með 400 volt við getum verið að fylgjast með 400 voltum fyrir framan sem tengjum straumin í gegnum ljósdíóðuna. Já. Við erum bara að skella straum. Upptakan heldur áfram. Hún eðlilegt ekki af því að við erum með gös Strömm eftir að þetta gera Sveinn. Sveinn var að segja tónlega ekki þetta. Þá erum við að henda upptökunni, en sem sagt að við notum síðan líklega á morgun, við erum að ræsa þetta aftur, líka ljóstengi sem er með træk, en það er lett að við höfum þá bara þetta til prófs en ekki trækinn vegna þess að við erum ekki búin að fjalla eins mikið um hann. En við getum tengt til dæmis flautu og hverfiljós út með því að nota ljóstengi með træk. Við þurfum aðeins að bíða eftir að skjávarpinn jafni sig. Það er málið. Já, ég þarf bara að senda þessa upptöku